Hundruð fjölskyldna standa nú frammi fyrir þeirri skelfilegu staðreynd að missa heimili sín á nauðungarsölu í vor verði ekkert að gert. Fólki sem hefur lent í vanskilum gefinn kostur á því að semja við lánardrottna sína og nýta sér þau margvíslegu úrræði sem í boði eru eða að reyna að selja eign sína á almennum markaði. Ef það tekst ekki fasteignin seld á nauðungarsölu. Við skoðum þetta mál í fréttaaukanum í kvöld og ræðum við móður sem stendur í þessum sporum. Hei mamma, ég fann jólakort. Æðislegt. Jóhanna Sigurveig Ólafsdóttir einstæð 2 barna móðir sem keypti sér lítið hús á 38 milljónir árið 2004. Ég, bara eins og margir aðrir Íslendingar, tók erlent lán, eða í rauninni var með íbúðalán venjulegt sem ég breytti yfir í erlent lán og það stendur núna í næstum 90 milljónum í dag og það náttúrulega bara ekki að gera sig. Ég get ekki borgað af því því að afborganirnar af því eru bara stjarnfræðilegar. Í ljósi þeirra óvenjulegu aðstæðna sem nú eru uppi hefur fjöldi þessara mála margfaldast á síðustu misserum. Stjórnvöld brugðu því á það ráð að fresta öllum beiðnum nauðungarsölur, en nú þegar hefur yfir 1000 beiðnum verið frestað. Síðasti frestur rann út þann 31. október síðastliðinn en hann var framlengdur til 28. febrúar næstkomandi. Það ekkert hægt að gera, það ekkert gert. Þessi úrræði sem verið að bjóða upp á rauninni bara að kaupa frest. Þannig að ég fæ að halda jól með börnunum mínum hér í húsinu mínu en sé svo fram á það að það verði bara sett á uppboð í mars á næsta ári. Yfirvöld hafa nú áhyggjur af því hversu fáir hafa afturkallað beiðnir nauðungarsölur. Tilgangur frestunarinnar var að gefa fólki aukið ráðrúm til að leysa úr fjármálavanda sínum með þeim úrræðum sem í boði eru. Og þess vegna vonustu þetta til þess að þegar að fresturinn rennur út núna í lok febrúar að þá komi ekki þessi flóðbylgja af nauðungarsölum sem við horfðum upp á að yrði núna í haust. Erfitt að spá fyrir hversu margir munu missa ofan af sér húsnæði þegar frestunum lýkur. Að óbreyttu verða það nokkur hundruð. Hversu margir það verða á endanum ómögulegt að segja en það má auðvitað segja það að hvort sem að það eru 300, 400, 500 eða 200, þetta eru mjög margir. Þannig að það er auðvitað áhyggjuefni ef að til nauðungarsalna kemur í þessu mæli. En hvernig verður ástandið þegar lánastofnanir fara að taka til sín eignirnar? Ég auðvitað vona að það kom ekki til þess, en þá erum við að tala um það að það sé mörg hundruð einstaklingar og fjölskyldur að missa húsnæði sitt og ég ekki viss að það sé hagkvæmt á neinn hátt. Dugi úrræðin og viðbótarfresturinn ekki, gefi það tilefni til endurskoðunar. Það er bara verið að kaupa frest. Það er bara þannig. Og hvað á ég að gera þennan frest? Ég meina, þú veist, í mars þarf ég að fara. Ég meina, hvað ætlar að setja önnur lög um það að ég fái frest fram í maí? Fram í júní? Ég tel að það eigi fyrst og fremst að leysa málin áður en að til þess kemur að fólk missi sín heimili. Þótt að það sé bara því miður óhjákvæmilegt í einhverjum tilvikum að einhverja nauðungarsölu fari fram. Við getum ekki heldur verið afneitun með það. En þá tel ég að við eigum að reyna að komast hjá því eins miklu mæli og við bara mögulega getum. En samfélagi betur sett ef að bankarnir hrifsa til sín eignirnar og á móti eru þá kannski fullt af fjölskyldum á hrakhólum? Það myndi ég ekki ætla. En það er það sem mun gerast ef að fólk nær ekki að endurskipuleggja sig og finna lausn á sínum fjármálum fyrir 28. febrúar. Já, en þá ber að hafa í huga það sem ég var að segja áðan að þetta lausn sem er lögð til að því að við vonum og trúum því að þetta eigi eftir að leysa mál margra og þá er það þannig að ef að það kemur í ljós að þetta dugar ekki til að þá verðum við að finna hvað er hægt að gera í staðinn, eða þannig lít ég á málið. Álagið á ráðgjafarstofu fjármál heimilana sífellt að ná nýjum hæðum. Það er náttúrulega búið að vera alveg gífurlega mikið álag frá bankahruni og bara sem dæmi má nefna að á síðasta ári hafa verið afgreidd jafnmörg mál og á rúmlega 3 árum sem sagt fyrir hrun. Þannig að það sér hver í hendi sér að það er búið að vera alveg rosalega mikið álag hjá okkur. Fólk gerði einfaldlega ekki ráð fyrir því að bankakerfið og gjaldmiðillinn gætu hrunið á sama tíma.
Hvort sem það stóð í framkvæmdum, íbúðakaupum eða einfaldlega gerðu þau einu mistök að umbreyta láni sínu yfir í erlenda mynt. Mér finnst ég bara ekki verið í neinni skam. Ég bað ekki þetta annað en það. Ég treysti bankanum í því að þetta væri málið. Þetta væri bara loksins bara eitthvað frábært, ekki vextir út fyrir allt og höfuðstóllinn lækkaði og maður sæi, þú veist, að þó eftir 40 ára það væri staðið ekki ennþá eitthvað út eftir að láninu en ég skrifa ekki upp á þetta. Það bara svoleiðis. Eignirnar sem nú eru frystar í nauðungarsöluferlinu af öllum stærðum og gerðum, í öllum landshlutum og í öllum hverfum. Þó algengara að eignirnar séu af stærri gerðinni og í nýuppbyggðum hverfum. Ég myndi nú segja að þetta væri bara öll flóran. Það bæði fólk með litla menntun og mikla menntun og bara allt þar á milli. Við sjáum greinilega fjölgun í barnafólki, hjónum og sambúðarfólki með börn og það náttúrulega mikið áhyggjuefni. Staðan alveg virkilega erfið og það hefur orðið algjör forsendubrestur og mjög erfið staða fólks. Þannig að jú, það eru margir því miður komnir upp að vegg. Bankarnir hafa nú haldið að sér höndum og nánast skrúað fyrir lánveitingar til húsnæðiskaupa, þveröfugt við það sem tíðkaðist á uppgangstímanum þegar þeir lánuðu linnulaust. Samkvæmt úrræðum greiðsluaðlögun fólki gefinn kostur á því að koma skikki á fjármál sín, minnka við sig og koma sér fyrir í hóflegu húsnæði. Vandinn hins vegar sá að það lítill sem engin markaður fyrir stærri eignir í því ástandi sem nú ríkir, auk þess sem lánin í mörgum tilvikum mun hærri en virði eignanna.